Þá ætlum við að halda áfram í föstudagsþættinum sem við tökum upp hérna á R5 við Ráðhústorgið á Akureyri. Næst hef ég fengið til mínan Björn Leif sem var að gefa út tónlistarmyndband við eigin tónlist og við ætlum aðeins að fræðast ferlega flott myndband og tónlist. Takk. Og maður þarf bara að hugsa, hver ertu, hvaðan kemurðu, hvað gerðist? Já, ég úr Vík í Mýrdal og flutti hingað 2007 og búinn að vera hérna síðan. En ég hef alltaf verið í tónlist og svona en svo var hlé á því með barneignum og slíku og barnauppeldi og svo ég bara að byrja aftur núna á fullu eiginlega bara af því að það er náttúrulega orðið svo auðvelt að búa til músík í dag. Ég meina græjur sem að kostu kannski 15 milljónir fyrir sko að koma sér upp fyrir kannski 15-20 árum. Þetta kostar kannski 50 skall í einu forriti. Já. Þannig að svo er bara tölvan. Nákvæmlega. Svo bara byrja. En það þarf eitthvað að vera hérna? Já, maður þarf svona að hafa eitthvað í sér að geta búið til tónlist og svona, já. Já, er það ekki? Jú. Það kemur ekki alveg sálka? Nei, ég hef verið í hljómsveitum frá því ég var 14 ára alveg. Þannig að það er svona einhver grunnur hérna. Og hvaða hljómsveitir eru það? Ekkert þekkt, sko, þetta eru bara svona ballgrúpur og svona. En það er að skemmtilegast að það eru nöfnin á ekki þekktu grúpunum. Þú verður eiginlega að neymdroppa svona 2-3 ár. Já, ok. Fyrsta hljómsveitin hét Playboy. Auðvitað. Já, sjálfsögðu, af því að í kaupfélaginu í Vík voru til peysur sem voru með svona kanínu á og Playboy undir. Og það bara smellpassaði. Við vissum ekki hvað þetta Playboy var en við keyptum þessar peysur og við skýrðum þessu hljómsveitina bara eftir þeim og ég hugsa að pappa og mamma hafi ekki heldur vita einu sinni hvað þetta var, sko. Ég ekkert vissu það, því að við spiluðum þarna 14 ára á fyrsta ballinu okkar undir því nafni í þessum fínu peysum og það sagði okkur enginn. Ég veit ekki hvenær ég fattaði þessu seinna. Það er þetta skuglega fyndið. Þannig að er þetta ekki bara nóg? Nei, ég bara halda áfram. Svo var önnur sem hét Aukinn þrýstingur. Það var enda mjög merkileg hljómsveit af því að það var húshljómsveit í Þórskaffi og í henni var fyrst bassaleikari sem hét Björn Jörundur, svo var Björgvin Gíslason gítarleikari, bara sá frábærasti sem ég hef spilað með. Svo hætti Björn Jörundur og þá tók Pálmi Gunn við. Hann spilaði þarna og spilaðum undir merkjum þá Mannakort eitthvað þennan vetur. Þetta er langt síðan, þetta eru 20 ár síðan pluss. Tíminn líður maður. Já, gerir það. En svo bara svo hef ég ekkert verið að gera neitt mikið nema bara svona hobbyast eitthvað. En þú ert að fara af stað á fullu blasti núna? Já. Og hvernig sér þetta fyrir? Hvað? Já, bara dæla út lögum og vonandi myndböndum líka. Bara, koma með svona reglulega, mikið af efni. Þannig að alltaf sé ekki svona bara, kannski 2 mánaða fresti komið nýtt. Það er nóg til, sko. Já, ertu ekkert að stefna á plötuútgáfu eða? Já, sko, í dag er þetta eiginlega, ég gaf út plötu fyrir 15 árum og það kostaði bara augun úr að gera það þá, sko. Já, alveg guð, ég veit rátturinn maður. En í dag er þetta eiginlega meira bara svona eitt og eitt lag sem maður bara hendir út á netið í rauninni. Þú veist, samfélagsmiðlana og svo erum við heimasíðu og allt þetta. Bara njóta þess að skapa og... Já, bara hafa gaman af þessu. Og ef einhver hefur gaman af því líka þá er það bara gott. Nákvæmlega. Til hvers er nú lífið annars? En að bara reyna að hafa svolítið gaman af því. Það er ekki bara að borga reikning og deyja? Nei, alls ekki. En eigum við ekki bara að kíkja á myndbandi? Endilega. Viljum við segja eitthvað um það eða eigum við bara skýrir það sig ekki bara nokkuð sjálft? Jú, ég held að þetta er svona pælingin með sko hvernig maður vill að ef fólk hlustar á textana, hann kemur líka þarna fram og pælingin með hvernig mótaðilinn á að vera í sambandi. Þarna er pælingin sko meira hvernig ætlar þú að vera í sambandinu, sko, hvað ætlar þú að koma með í sambandið. Nákvæmlega. Og titill lagsins er I haven't met you yet og þess vegna gerist þetta einmitt, þetta fer svona upp ákveðnu marki og svo spólast tilbaka og það er náttúrulega því að þetta hefur ekki gerst ennþá. Þannig að það er pælingin. Nákvæmlega. Einhver sagði það, bara að reyna að leggja áherslu á hvernig getur maður sjálfur orðið besti makinn en ekki alltaf að bíða eftir því að hinn breytist einhvern veginn. Já, einmitt. Það er allavega ólíklegra að það gerist. Já, nákvæmlega. Heyrðu, yndislegt að fá þig og við skulum bara kíkja á myndbandið. Við erum gaman að fylgjast með þér. Já, takk fyrir. Já, kíkjum á bandið og sjáumst svo eftir augnablik. I promise I'll always do my best.
being with you, I'll be truly blessed. I promise I'll always be there for you. You'll be in my thoughts no matter what I do. Even though I haven't met you yet, I promise, do promise that I'll do everything I can to better myself. However, still be who I am. I've heard it said the key to heaven sent is being at peace, being content. I do believe that to be true, 'cause I'm all that and I will love you, even though I don't know you yet. I promise, do promise that I'll do everything I can to better myself. However, still be who I am. I promise I'll do what it takes. Be man enough to learn from mine. Be man enough to learn from my mistakes. I won't take love for granted and move too fast. No, if I think love's just easy, it will never last. Even